podcastalinn með ykkur á þessum frábæra einhverjum degi af því að það gæti verið að séu að hlusta á mánudegi eða þriðjudegi eða miðvikudegi. Podcastalinn með ykkur á þessum frábæra vetradegi. Nei, kannski sumardegi. Maður má ekki Engum degi. Þetta bara dagur, skilur. Þetta bara einhvers svona dagur. Herru, allavega, við erum að taka upp þennan þátt á Akureyri í podcaststúdíói Akureyrar. Rétt. Og ef þið eru búsett á Akureyri og eitthvað langar að fara að gera podcast þá mæli ég með að þið farið inn á pissa.is eða psa.is pissa og tala við Dóra K hafa samband við hann, það eru grínverð í boði fyrir leigu á þessu frábæra podcast rými og þetta er no plug. Já, það var gott plugg. Þetta er geggjað stúdíó, ég alveg tala. Ég vildi óska þess að við værum með vídeo. Við erum ekki með vídeo núna, en tjekkja á þessu. Pissa.is, psa.is. Getið líka að fara á Facebook síðuna, Instagram síðuna, podcast stúdíó Akureyri. Síðan er þátturinn í boði. Er þið tilbúin? Það er spons á sem þætti. Það er Birta CBD sem er að sponsa þennan þátt. Elsku hlustendur podcastarnas geta loksins grætt eitthvað annað en hlátur og vitnesku. Þið getur farið Birta CBD er fyrirtæki sem ég á hlut í. Þetta er bara að lesa textan sem er inn á Birta CBD. Það er Birta CBD er íslenskt fyrirtæki sem einblínir á snirti og heilsuvörur sem innihalda hágæða kannabídiól. CBD sem er einangraður iðnaðarhampi sem er snildar efni og ég er búin að vera inn fyrir norðan í 3 daga og ég var á snjóbretti, hjólabretti og ég var að drepast á harðsbörum og drepast í njánum og því ég var 31 ás. Og líka sko, þú eiginlega rendir á plötu í 7 klukkutíma í gær. Já, og í alvöru talað, vöðvagili sem við erum með, Ylur og Frost, bjargaði mér eftir sessun. Ég ber þetta bæði sko fyrir og eftir æfingar. Þetta er svona bólguminkandi hita og kæligel. Já. Og þetta er algjör snill. Þú er prófadóri. Ég prófaði þetta og ég hef notað þetta fyrir liftingaræfingar og boxæfingar og svo notað þetta fyrir fjalli í gær. Og snildi við þetta að ég barði á mig, svo fórum við og rendum okkur og þá fékk ég smá svona kuldatilfinningu fyrst. Já. En svo er eiginlega geggja við það, þú ert í fjallinu, það er kalt að þá hitnaði allt svæðið þar sem að ég bar á mig kremið. Þannig að ég hefði í rauninni bara átt að bera kremið á mig á allan líkamann og vera geðið heitt. Ég mæli ekki með því að bera þetta í kringum kynfæri. Ég var eins og barðin í náran á mér. Já. Sko alveg uppbungin. Já. Og ég mæli ekki með því. En ég mæli með að setja þetta allstað þar sem að þú ert með verk. Að þetta er líka verkastillandi. Þetta er algjör snilt. Við erum með 2 vörur. Það er Ylur og Frost sem er svona vöðvagel og síðan erum við með Mist sem er rakagefandi CBD-krem og það er skemmtilegt. Við ætlum upprunalega bara að selja rakakrem en það er fólk sem er með XM og psoriasis sem hefur sendt okkur skilaboð og hefur séð bara frábæran árangur á húðina sér eftir það. Þannig að farið inn á birtacbd.is og þegar þið eru að fara í checkout skrifið podcastalinn og út febrúar mánuð fá hlustundur podcastalans 20% afslátt af Birtu CBD vörum. Þetta er fyrsta auglýsing sem hefur komið fyrir ever í podcastalanum. Hún var heldur löng. Til hamingju með það. Og núna kemur podcastalalagið. Jæja, elsku, við náðum, ándjóks, veistu hvað, Birkir, við náðum, það var alveg hrikalega flott. Herðu, Birkir, við náðum sekúndur, ég er ekki einu sinni 2 sekúndur inn í þáttum þú ert búin að rópa. Það er en það er alltaf leið, þetta er podcastalinn, það er engar kröfur að þið séð að hefðu ykkur, jú, það er víst kröfur. Já. Á eitthvað nátt. Birgir, þú mátt vera aðeins nærmagnum. Ég er bara hérna. Já, ég sé að þú mátt ekki hallar og landi byrtu. Herru, ég er stattur á Akureyri og með mér í dag. Núna er ég
ég eini podcastala meðlimurinn í raun og veru sem að tekur þátt í þessum podcastala, en þetta Akureyrar og ég væri til í að fá svona þjóðsöng Akureyrar undir já, það það ekki eitthvað svona, það eitthvað svona sósíalista, eitthvað svona kommunista, svona eins og eitthvað svona Norður Kóru lag. Já, því það til. Og ég væri til í að hljóðmaðurinn myndi setja núna undir eitthvað sem hann heldur að sé eins og þjóðsöngur, eða hvað segir maður, borgarsöngur? Já, bæjarsöngur. Veistu hvað? Býtu, ég á eftir að kynna ykkur inn. Já. Og með mér í podcastalögunum eru menn, legends í fucking bænum, það engin annar en bæjarstjórinn á Akureyri. What's up? Hann með mér og með mér Birkir Bekkur líka, mættur. Hvað segir Birkir? Ég góður. Ok, það fucking gott, af því ég líka í miklu stuð. Hvað ætlar að segja, Dóri? Veistu hvað þjóðsöngur kemur inn sem að tæknum bara eftir sitt inn? Það pilsulaði með Jó og Simma sem þið gerðu pilsa með öllu nema það til? Já, það til. Var það eitthvað theme song, eitthvað Akureyrar dæmi? Þeir bjuggu til eitthvað Akureyrar lag. Það sem að þeir voru gett sniður með hvað sem á Jóa þetta? Já, marstu ekki, þeir voru alltaf búið til geðið mikið á lögum. En var þetta sem á Jói, voru þetta sjónvarps sem á Jói eða voru þetta voru útvarp sem á Jói? Var þetta sko það eru til, býtu, það eru til 3 sem á Jóar. Ok. Það eru sem sagt útvarp sem á Jói. Það eitthvað bróka hvað annan í sjónvarpin sem á Jói. Og síðan eru svo hafa það gert alveg svakalega síðan eru sko millionaires. Það er síðan eru þarna millionaires sem á Jói. Og ég elska þetta input frá Birkir Sjóma. Sveppi pissa á sig. Þetta var æðið þegar ég á fyrsta diskilni þegar ég gerði svona 70 mínútur. Já. Það var Sveppi mjög grannur og hann stópað svona sko inn á baði. Já. Og þegar ég í buxum sem ég ætla að pissa og svo ég bara að pissa á mig og Gauri pissaði á sig. Shit, það hræðilegt. Hefur þú prófað þetta Birkir eða? Nei, ég hef ekki prófað. Ég veit nokkar sem hefa pissað á sig en ég ætla ekki að fara eftir því sko. Segðu mér frá öllum sem þú þekkir sem hafa pissað á sig eftir að eru fullanir. Já, ég veit nokkara sem hafa pissað á sig. Heldur Maggi Mix að pissa á sig? Já, ég veit ekki en hann étur alveg ógætlega mikið pulsum sko. Ég bara fylgist með hann á Snappinu og Instagram og hann ógætlega spik feitur. Við ætlum ekki að fara eitthvað body shame Magga Mix hérna í þessu þætti. En Birkir, segðu okkur aðeins, akkur svo mikið stríð á milli ykkur? Býttu, ætlum við að byrja þáttir á að fara bara í Ég nefnir ekki að segja frá því maður. Nei, sleppið þá. Nei, það var eitthvað, þetta eitthvað djúpt, þetta situr eitthvað djúpt í Birki, þetta dæmi. Þannig að við getum, en ég dýrka þessa staðarind að hann borði ógeðslega mikið á pulsum. Þú átt líka ekki að segja pulsa. Þetta heitir ekki pulsa, þetta er pilsa. Þú sagðir pulsa? Ég veit það. Ok. Það stendur á pulsubökkunum, pilsur. Já. Öllum sem býð til pilsunar, það stendur á öllum pilsubökkunum, pilsur. Já, þetta búið að vera, það ógeðslega fyndið af, þú veist, það ekkert rosalega langt á milli Reykjavíkur og Akureyrar, samt eru menn í svona stupid ass fucking beefum millibæja. Og við förum yfir þetta eftir. Ég veist, engar ágætt að skrifa niður núna. En eitt get sagt Maggi Mix. Ég var að horfa á story hjá hann daginn á Snappinu. Og hann, þetta var þannig að hafa með kókumyrk og hrista hann svona vel andlega hann. En það sullast á hann líka. Og hann bara að segja það eins og hann sagði sjálfur það pilsan 4 bita max. En pilsan ekki 4 bita max. Hvað er þetta að segja, Birkir? Hann tróði en pilsunni í sig. Hver segir að pilsa sé 4 bita max?
Já, hann segir það sjálfur, sko. Þessi Steindi Junior í upphafi, Jú, Steindi Junior segir það Steindi búin að segja þetta. En, herðu, mér langar, sko, áður við förum of djúpt í bara Magamix og body shame að Magamix og segja eitthvað hann að borða bara pulsur í einum bita, þá langar mér að segja eitthvað frá því að ég fyrir norðan og ég fyrir norðan að því að ég fekk kulnun í starfi. Heimilistarfi? Nei, kulnun, ég var búin að vera að taka upp podcastalan og ég meina, þetta er 2 í viku sem ég að taka upp og ég bara byrjaði bara að ég brotnaði niður á vinnustafnum. Ég ætla bara óskaði til hamingju með podcastalan. Hvað sagður? Bobkastalan? Takk fyrir það, maður. Herðu, hlustaðu Birkir á það? Býtu, ég leiði mér að tala. Já. Herðu, og ég fekk kulnun í starfi að því að Arnar með ekkert andlit, hann var búin að vera svo erfiður. Ég horfði á hann og ég bara brotnaði niður og ég keypti mig flug. Nei, ok, það sem gerist í alvörinni var bara, ég vissi að það væri snjór fyrir norðan. Það ekki mikið snjór í Reykjavík, það samt opið í Bláfjöllum. Það engin snjór í Reykjavík? Nei, ok, það engin snjór í Reykjavík og ég hugsaði, vá hvað verið gaman að ég var að fá nýtt bretti. Djöfull er gaman að fara norður og renna mér og hitta og afa og hitta Dóra og hitta þið Birkir og bara, þú veist, hafa gaman, skilurðu, breyta til. Nákvæmlega. Og þetta er þannig að ég fæ mömmu til að vera með Oliver að því Jóvan er að vinna og ég fæ mömmu til að koma og taka Oliver og skuttla mér upp á flugvöll og ég er að verða allt og seinn ég er að verða allt og seinn og mamma skuttla mér upp á flugvöll og ég er að labba inn ég labba alltaf seinasturinn í vélina ég þoli ekki að bíðruð og það er ekki eitthvað svona ég er frægur, ég vil ekki bíðruð mér finnst svo ógeðslega erfitt að standa kjurr einhvers staðar. Konceptið samt bara að bíða í röðu líka þegar eins og til dæmis eftir flugvél er mjög stjúpid. Já, en þetta er samt þegar þú ert að fara inn fólk, at some point verður fólk bara að fara í röð af því annars er fólk, ef allir væri eins og ég þá myndi samfélagi ekki ganga upp þá væri þetta horrible. Herðu, síðan er fólk að byrja að fara inn og það er ennþá löngu röð og þá fatta ég bara að ég er ekki með fucking síma minn. Ég er ekki með síminn og ég fatt að ég glemdi símanum í bílnum með mömmu sem fór fyrir 5 mínútum og 5 mínútum getur þú verið komin langt. Og þú var seinastur inn í vél? Röðin var byrjuð inn og búa kall inn í vél og ég fatt að ég er ekki með síminn. Þannig fyrst fer ég í sjoppuna og ringi í síma minn, fæ að ringja hjá einhverjum gaur, hann var með flipphone. Nei. Já, með flipphone og ég nokkuð við sem á gaurinn flugvöllunum sé að selja orkudrykki og spýtt það er bara eina liðið sem er með flipphone er bara fólk í The Wire skilur í þáttunum Wire þar eru flipphones það er færi hringið honum mamma svarar og síðan líður smá tími og það er eiginlega allir konur inn það er kannski 10 manns eftir og mamma er ekki komin þannig ég færi hringja úr heimasímanum, ég fyrir að tala við þau í afgreiðslunni og spyr hvort ég með hringi mömmu. Úr heimasímanum á flugvöllunum? Já, sem svona sími með snúru sem er til ennþá á vinnustöðum og maður þarf að íta á 0 fyrst og síðan hringdi ég og svona rétt sem sagt ég er seinasturinn í vél og er seinn og þegar ég lapp inn þá er boarding complete segja það síðan flýg ég og á ömulegt flug og samt var þetta frábært flug ég er bara svo ógeðslega flugrættur finnst það óþægilegt og Dóri pekkum upp ég fyrir út úr vélinni er mættur inn á Akureyri inn á Akureyri já, herðu og glindi ég sólglerunum mínum í vasanum í flugvélinni já, vasanum á sætinu já ógeðslega fokkinberandi hörru, allavega, við drýjum okkur it's a point to the story, skilur við græjum okkur förum upp í fjall, reynum okkur upp með á netinu það virkar ekki að einhver ástæðu herru, mætum upp í fjall ógeðslega peppaður bara herru, við ætlum að fá 2 dagspassa og Gaurinn segir það er því miður uppselt já, hann talaði gegnum svona já, hann ítir að takka og það heyrist það er því miður uppselt
hann var ekki með reym, hann frá Akureyri það því, já veist þá þetta er svona vélmennarödd svona sem kemur og við vorum bara og ferðalagið hefur ekki hér til að tala þegar fólk deyr það svona spilast allt líf þeirra og ferðalagið frá því að ég var heima og þá ég var komið þangað að spilaðist og svona öll ferðin og flugferðin og þegar ég gleymdi símanum og gleymdi gleraugunum og við sögum bara nei, ekki bara gleymdu skjöfta, seldu okkur með það því mig uppselt, ég bara seldu okkur fokkin með það hann fokkin tjúlast ég ég sagði það ekki, Nei, þú sagði það það sem ég geri Dóri heldur áfram að tala já, ég má ekki tala það þú veist, það er ekki að tala svo sem ég bara, þú veist ég sagði hún basically bara söguna já. Og þér hefði basically verið flogið hingað ég sagði reyndar að ég hefði flogið hingað já. Og þú verið engungu að mæta norður til þess að fara á bretti já svo, þú veist þú sagði líka, má ég segja hvað sagðir nei, ok, ég ætla ekki að henda þér undir fokkin ég ætla ekki að henda þér að því þú þarft að lifa hérna áfram ég bý hérna í bænum sko. Þú þarft að lifa hérna áfram, ég get farið í bæinn bara og gert eitthvað herru, þannig ég finnur á meðan Dóri er hann þá að græja þetta þá fer ég basically niður á bílastæði og ég er að reyna að kaupa miða af börnum ég er bara, að því að ég sé bara þeir sem er að labba af skíðasvæðinu og fullorðnir á börn en ég er eins og geðsjöklingur dálítið pirraður, komin í gallan og ég bara, hvað þeir að borgaði mikið ég er svo hræddur að fá ekki að renna mér hvað þeir að borgaði mikið fyrir miðan hvað viltu fá mikið fyrir miðan og það var svona, ég sagði þetta við eina fjölskyldu sem var svona pappin tók svona utan öxlunum á börnunum og svona, var að vernda þig já, því, ég veit ekki hvort þetta var að koma að þig en þú veist, þú varst ekki með andlitið, þú varst nei, ég var með skíð ég var bókstallega bara með ég var með skíðagrímu Birgir, eina sem við báðum þeim að gera var slökku símanum bókstallega og það er eitt svo að gera Birgir að slökku símanum herðu, Birgir hlustaði og ég er sem sagt er að spurja alltaf á bílstæðan herðu, kaupa meðan, ég var að kaupa þér meðan og síðan fer ég aftur til Dóra hann er að slökka símanum fer ég aftur til Dóra og hann er búinn að græða þetta og það er bara búið að græða þetta á einhverja undarlegri ástæðu skilurðu, og ég má ekki tala það að ég má ekki tala að þú þarfst að lifa hérna áfram að þú gerðir eitthvað ólöglegt fyrir meðan gerðir ekkert ólöglegt þú gerðir það skiptir allan ekki máli á búið að græja fjalli síðan erum við að fara aftur í bílinn og því þú hélst fyrst að ég var að ljúga þér og ég hef verið að reyna að kaupa miða af fjölskyldum já, því þú hvarfst allt í innum bara og ég held bara að þú væri komin í einhverja geðsræningu í svona gautakast já, og hvað gerist síðan? Svo fórum við inn í bílinn, ná í brettin með passan okkar og svona pullar upp einhver bíll með fjölskyldu og segir, herru þú aðna sem varst þú ekki að leita miðum í fjallið já og þá er það einhver fjölskylda sem að Gauti var búin að terroræsa ég var tilbúin í alveg talað ef einhver hefði hitt á mig við erum alltaf voru næstu búin að kaupa árspassa í fjallið það kosti 51.000 stykkið já, því þú sem hefði verið í alvörin talað svo mikið það að gera það er svona eins og að fara á fyllir í hefur ekki heyrt svona sögur þegar fólk vaknar einhvers staðar í útlöndum að fyllir í jú. Já, það er það ef við hefum keypt miða á 51.000 og vakna síðan daginn eftir meira að segja samt eftir að hafa verið edrú í fjallinu þá hefði það verið svona blackout moment bara eitthvað svona borga 51.000 skall fyrir hvað þetta fjall er okay, já, þú veist, það er aldrei þess virði þetta er ágætis fjall þetta er ágætis fjall, skilurðu en ekki fyrir motherfucking 51.000 já, en líka 51.000 skall á mann já, 102.000 ég var orðin það bara ég var orðin pirraður að hann sagði en þið getið keypt allir sem eru með áskort þeir geta farið í fjallið alla helgina þá sagði ég bara, kottu með 2 áskort en veistu fyrir fokkin töðunar á mig auðvitað að hann segir samkvæmt sóttvarnalögum er uppselt sagði nasistinn í ágærslinni ekki kalla nasista ok, fasista samkvæmt sóttvarnalögum er uppselt ég má ekki selja fyrir miða en ef þú ert til að borga meira þetta var alveg, ef þú ert til að borga meira
Þetta algjört bara, ég get ekki læknað þig nema að borgi meira. Já. Veistu hvað var að gerast í fjallinu? En ég satt ekki... Veistu hvað var að gerast? Hvað? Kúun og stéttaskipting. En ég satt ekki... Kúun, stéttaskipting. Er ekki grunn... Og þetta var pottet sjálfstæðsmaður, ég segi það. Nei, er ekki grunnpælingi samt að kúa fátæka? Nei, hlustaðu árskortahafar þeir sem að væntanlega væru búnir að kaupa árskort ættu að fá náttúrulega því þeir eru búin að kaupa kortið. Já, skil það. Já, en þarna var þetta basically þú getur keypt árskort, skilur, en þá væru væntanlega að fara að nota það áfram. Ég veit sem hvað ekki, það er náttúrulega áætla x mörg árskort, x marga passa. Og herðu bæði ég verða að leiðrétta eitt að því ég var skammaður ég var skammaður eftir síðasta þátt að því ég sagði þess að það væri grímuskylda í Bláfjöllum og ég sagði að það væri svo stúpid að væri allir að renna sér með grímur og ég sagði að það væri stúpid að það væri ennþá verið að selja franskar. Ég fekk þess að skilabóð frá okkur starfsmenn í Bláfjöllum sem sagði bara, herðu, ágætis hugmyndir hjá Gauta, allt sem hann búin að segja, en við erum að gera allt sem hann sagði. Já. Og eftir þess að ferð í Hlíðarfjall þá sko án þess að vilja vera Brynjar Níelsson skilurðu þá er það að ég setja á mig grímu í fjalli sem er sko ógeðslega stórt. Nei, en þú veist það er náttúrulega, maður á bara að vera með grímu í röðinni. Voru þá allir með grímu í fjallinu? Nei, en sko það voru einn og einn sem voru bara að skíða. Veistu hvað, ég horfði á fólk. Já, skíða með grímu. Ég var að horfa á fólk sem var ekki með skíðagrímu, heldur var að skíða með svona læknagrímu. Svona 400 metrum frá næstu mannesku. Já. Svona 400 metrum frá næstu mannesku var fólk að skíða með grímu og ég af hverju eru það að gera það? Af hverju er fólk að keyra eitt í fokkin bílnu sínu með grímu? Hvað er þetta að passa? Að smita ekki sætin? Er þetta ekki bara orðin bilaði vani eða? Mér finnst þetta bara vera mér finnst þetta vera bara orðið fokkin kjaftaði. Það er líka að fara að lækka þessu grímu eftir helgi segja sko. Ég vil það verður Robert. Ég hati þetta svo mikið og ég er ekki að segja nei, ég ætla ekki að taka þátt í þessu eða nei, ég veit alveg þetta er nauðsynlegt en birtingamyndin er, að því ég skil alveg að við séum með grímu í Krónunni en birtingamynd þess til dæmis að vera með grímu í motherfucking afgreiðsluna á Sundlaug en vera síðan að bara að basically að sápa fólk bara með löppunum maður er að deila húð í heitapottunum, skilurðu? Og og það er allir að þurrka sér og það er svona þyrlast upp húð í alveg talað. Þar eru komin við svona grímu skildu af því bara. Já, þá er komið og líka það sem þú lendir í dag þegar fórum á Ólís. Það er það sem pirrar mig mest við þetta allt sko. Já, hér er dæmi. Dóri fer inn á Ólís og hann er einn. Já, en málið hann stoppar í andirinu í hurðinni sem svona hurð sem að maður stjórna með huguraflunni. Bara svona rennur. Já, svona rennurhurð. Herðu, Dóri stoppar í hurðinni til að setja á sig grímu og gaurinn öskrar á hann. Afsaki, ertu með grímu? Já. Og hann er bara, motherfucker, þú þurftir það tók hljóðið nokkur sekundubrót að berast í mín. Ég er að setja með grímu, skilurðu? Erum við orðin svona grímufasistar? Hann stóð líka alveg svona 12 metrur frá mér. Og þetta er ekki, hann var ekki melabúðin í Vesturbænum, sko. Nei. Hann var svo langt í burtu frá þér og I get it. Já, þú veist, ég skal hlýða þessu öllu, sko. En máli, veistu hvað, við erum búin að gefa í raun og veru eru allir starfsmenn allstaðar orðnir dýraverðir. Já, þetta er svona þannig fílingur. Veistu hvað talum? Já, ég veit alveg hvað við. Það eru bara gaurinn í skíðalöftinni og gaurinn sem vinnur í búði kringlunni og bensinstöðagaurinn og bara allir eru orðnir dýraverðir. Þeir eru komið með eitthvað svona völd óvart í hendurnar og svona veit ekki nákvæmlega. Grímuvöld.
og þetta bara stíga fólki til höfus. Sko, þeir þykja sem vera stóri sko, ekki stóri sko. Það árétt. Þetta gott, maður djöðlega gott að vera komin norður maður. Segðu mér Birkir, segðu mér hvað að frétta, hvað nýjasta nýtt að frétta frá Akureyri? Það ekki nýtt sko, þetta alltaf sama orginal bara. Það? Já. Þú varst að kaupa þér hús? Já, varst að kaupa þér hús? Ég var að kaupa hús, já. Ok, hvar? Í Villingaholti? Íbúð eða hús? Nei. Þetta upp í Reynilíð, 16 í nýja hverjum, beint á móti húsasmiðunni. Íbúð eða hús? Já, íbúðahús. Þetta raðhús. Þetta raðhús. Þetta kallað Villingaholt, allir Villingabæjarnir sem settir þarna. Já, ok. Og þetta bara mjög gott place og það allt í kjörum þarna sko. Já. Þetta líka rosalega gott að vera þarna, langt frá bænum sko. Já. Minna áreiti? Það ekkert áreiti þarna sko. Nei, minna áreiti þarna. Það sko, eins og ég bjó í Klettaborginni, þar heyrði maður í bíl bara á nóttinu bara upp göttunum sko, bara alveg hægri vístir sko. Hvað bjóst ég á Kvartmýrubrautina? Það fyrir að liggu við sko. Já, shit. Það ógeðslega fyndið. Mér langar aðeins að halda áfram að tala Akureyri og fjallið. Við erum að tala um Akureyri. Talandi flugrætluðina þína. Ok, hvað með hana? Ertu flugrættu líka? Flugrættu, ég alveg skelfilega. Já, veistu af hverju? Og ég segja nákvæmlega út af hverju, að þú ert creative. Já, það er að því þú ert skapandi og fólk sem ekki flugrætt, ég man ekki hver sagði þetta uppræðanlega. Sagði ekki bara Dóri Djenandi uppræðanlega? Sagði hann það? Pottið er svo ógeðslega líkt honum. Já, ég held nefnilega að það verið Dóri eða hvort að, þú veist, Afan sagði þetta við hann, sko, Halldór Laxness. En, sko, já, hann basically bara, þeir sem ekki flugrættir ekki creative. Já. Ég kannu að segja rétt þegar ég var, hvað ætli ekki verið, 13-14 ára Póli, þá var ég að fara með minni fyrstu vél til Norðfjarðar. Til Norðfjarðar, já. Og þá fór ég með rörinu, litla rörinu sem er bara svona 2 sæta vél. Ok. Og nema hvað Er bara rella? Þetta er bara lítilega rella, sko. Ok. Og nema hvað við vorum bara komið búin að fara upp í skíin og svo fórum við bara inn í skíin alveg lengst upp við fjall og komum við lengst inn í skí hjá Norðfjörð og svo allt bara heyrist bara í relluna bara hún sé að beygja sko og svo bara svona 5 minnum setna hafa bara ég bara svona sloknaði vilni alveg bara ég er bara í keng sko það sloknaði ekki vilni það bara heyrist bara í skíunum bara það sé bara vont verið þarna uppi þetta skýrið út sko ég er svo ógeðslega ég græt oft í flugum og ég held á einhverju tímapunkti ég var komin yfir flugræsluna en hún poppar alltaf upp ég hef ekkert kontról það er það sem fríkam út er eitthvað sem gerir meira flugrættan en þú veist ég var að útskýra þetta fyrir þér hvernig mér líður flugvél með blýjandinn já með blýjandi hvað ruggla það ég var að segja honum manstu eftir í Birki þegar maður var lítill og maður tók upp blýjant og maður hristan bæði upp já. Og svona hreyfðan og þá var hann eins og gummi akkurat það var svona illusion það fyrir mér er flugvél já, mér líður þannig flugvél mér líður eins og ég sé aftast á blýjantnum en byrju, líður alltaf eins og sért að hristast ég man hristast ekki nákvæmlega hvernig punkturinn var varðandi flugræstlíkja það var eitthvað point to it allavega mér finnst, veistu hvað, þetta fríkum úr hér er það sem gerist ég sest upp í flugvél og ég sendi konunum minn SMS og ég segi eitthvað, ringi þér í lendi elska þig og síðan byrja bara hausinn minn fyrir strax á stað bara ég trú ekki að þetta sé síðasta SMS sem ég sendi náðurinn í deg og síðan bara fyrir hausinn minn og ég fyrir að hugsa bara, þetta er ekki eðlilegt ljóð, þetta er skrítið, vá hvað er ósanngjarnt að þessi mannski degi líka og vá hvað eru... Já, þú ert svona flugrættur. Já, og ég fer bara, stundum ger ég þetta ekki, stundum fer ég, og ég er ekki að djóka núna, ég er ekki að vera podcastalagauti, stundum espi ég sjálfa mig upp, en sko síðan, ef flugtaki er gott og síðan er engin hristingur eftir það,
þá er ég bara góður. Þú veist, ef við náum upp og það er engin hristingur, en stundum er ég bara gleymi mér, þú veist, í 30 mínútur eitthvað og það kemur svona bang, þú veist, eitthvað svona smá banka eitthvað og ég öskra sko, bara, þú veist, ég er bara svona fríka Þannig þetta er geðsræring bara í 40 mínútur Nei, ég segi það ekki sko, ég þóli ekki þegar fólk veistu hvað, ég þóli ekki hér eru nokkra hlutir sem fólk hefur sagt við mig í flugvél hér er einn, Máni Pétursson á Exxon, hann sagði þetta er bara hristingur í flugvél er bara eins og þegar þú svona hossast í bíl og býtu, ok fyrir utan það að ég er ekki að snerta fokkin jörðina Nei og dekkin er ekki, ég er að hristast í háloftunum, skilurðu? Þetta er bara nákvæmlega eins og að fara í hólu á bíl. Nei, þetta er ekki eins, af því að ég er, af því þetta er bara, þetta er andstæðan. Það eru 2 viftur sem halda þér uppi, svona. Já, þetta er andstæðan við að vera á malbyggi og hossast onni í jörðina. Ég er að hossast upp í skíunum. Síðan er Þetta er ekki bara 40 fyrir hæð. Síðan er sem ein kona sagði mig, hún sagði Það sem er svo frábært við flugvélar er að ef að við hröpum þá getum við ekkert gert í því þú veist, það er ekkert frábært og ég segi bara, hvað meinaru? Og og það er það og einhver sagði ef við hröpum þá var þetta svo quick dauðinn þá og ég segi, já, það er nákvæmlega það sem ég hrættu við að við deyjum allt í einu hratt og ég veit það ekki ég flugvélar fríkum út þú flýgur samt já, að því að ég er nógu klár til að vita að ég er að vera vitlaus já, skil nógu klár til að vita að þetta er öruggara en ég held skilurðu, þetta er algjör ég hef paradoxa í gangi hérna, skilurðu skil nógu klár til að vera vitlaus Þetta er svo, Jóngnar sagði á spólunum sinni, ég var sinni nörd þegar var að tala flughræslu og hann segði svona hvertu flughræddur? Kjániðinn Já, ég veit það maður Nei, Kjániðinn Hér er eitt sem að flugfræðir sagði mig í VAR-flugi Ég dingla ljósinu sem ég gera eiginlega alltaf ding, ég eftir að koma flugfræðir til mín og ég segi mér þetta, ég segi bara nennir bara að segja eitthvað til að róa minnur ég veit bara, segðu mér það sem ég veit skilur, segðu mér bara það sem ég örugt og hvísla hana þú ert að vera Nei, hún sagði, ertu flughræddur? Ég segi, já, þú þarft ekki að vera það og síðan sagði hún sko, að vera í flugvél ímyndað er bara járnrör fullt af kúlum og síðan heyrist eitthvað svona bling og hún eitthvað, afsakið þarf aðeins að fara og hún fór og ég fekk aldrei endur á sögunni ég hef aldrei fekk endur á þessar sögu og ég er búin að spurja milljón flugfræðir eftir þetta herri, hefur þú nokkuð heyrt þarna kenningunum járnrör járnrör og kúlun og þau bara, nei, aldrei þannig að ég eftir að hún sagði þetta um mig þá er ég bara miklu hræddari af því að ef hún er að hlusta hér er eitt annað já, ef að pían sem að sagði mér járnröru á kúlurnar sem að lýsti basically flugvél eins og túttubissu já og eða hljóðfæri eða eitthvað, ég veit ekki herru, hér er annar hlutur ég var náttúrulega að fljúga ég held ég hef sagt þetta eitthvað podcastunum það bara heyri fólk á þér ég var að fljúga með flugfélaginu Erni já og flugum flugfélaginu Erni og ég segi við píuna árin fyrir ég segi ég er mjög flughræddur og hún segir, ertu flughræddur? Viltu fá að tala við flugmanninn? Og ég segi, já, það var frábært að fá að tala við flugmanninn herru, síðan erum við að fljúga og gaurinn svona hann svona klappar á sætið sem ég á að setja í já, ok já, svona kottu já, svona eins og ég sé hundur eða lítið barn eða hann er samt að vera næs og hann segir, sestu bara hér og hann segir, fylgstu bara með því sem ég er að gera sem er ekki neitt jú, og ég segja nákvæmlega hvað flugmenn þurfa að gera þeir þurfa að læra á 30.000 takka
30.000? 30 En þeir fljúga samt 32.000 taka. Ef eitthvað skildi koma upp á? Nei, þeir hefur séð þegar flugmenn setjast upp í flugvél og þetta næstum því eins og þetta sé bara eitthvað djók í gangi. Þeir byrja svona að íta flipum upp. Alls konar tökum sko. Og það er ekki sens í helviti að einhver manneskja geti muna allt. Fyrir mér eru þau bara gaurinn bara bara já, ljósin, ég þekki þennan taka, ég man ekki alveg hvað CP2, 3 og er hvað er það? Það er CP, ertu að tala vélmenni í Star Wars C3PO CP3, 2 og eða eitthvað það er einhver efna blanda En veistu hvað herbyggi heitir sem flugstjóri sitt í? Segðu mér það Cockpit Er það Birgir? Það heitir cockpit. Veistu hvað það er á íslensku eða? Nei. Jú, reyndu að þýða það. Þetta heitir í rauninu cockpit sko. Já, en á íslensku. Hvað er á íslensku? Íslensku heitir það sko eitthvað, ég veit ekki, tippaherbyggi. Já, maður. Þessu jókunar orðast að þetta heitir cockpit. Já. Þú er búin að horfa nokkur sinnum á Ég var eins og nörd. Já, og hann líka það, hann var að tala um það líka að ég var bara að tala um það að þeir það er svona ein vika sem ég horfði á diskinn og ég er búin að horfa á þetta ég bara miljónir sinnum. Já. Og nema hvað hann var að tala um það ég er búin að sjá Ég var eins og nörd mjög oft sko. Alltaf samt að lýsa þið fyrir okkur. Ef þú ætlar að endurræsa vélina þá er löngu röpuð. Já. Þú ættum að setja svona hlátur undir svona, Herðu og svo líka sagði það líka ef vélum væri að hrapa sko, nú stoppa, ég ætla að stoppa nú ætla þú að hætta hvað verður að klára það? Ég verð að klára það. Andri úr, ég var eins og nörd allir búin að sjá, ég var eins og nörd 20.000 sinnum. Þetta var svo fyndið, ég verð að klára það. Ok, þetta er þannig sko, þegar vel er að hrapa það kemur flugfræður og segir maður bjóði kotta ok, ég er til í það. Segðu mér fyndnasta brandarann úr Ég var eins og nörd. Fyndnasta 3, 2, 1 og þú ert að byrja. Sko, fyndnasti brandarann var það. Þú var að segja brandarann nákvæmlega svona þér. Sko, fyndnasti brandarann sem ég hitt, það var bara í raun bókstaflega þessi sko. Bara þessi? Já, ok. Hitt var bara svona basically bara svona allt í lagi. Herru, aftur að Akureyri. Mér langar svo að sko þetta endar örugglega sem 2 þættir af því að við erum sem í bara við erum eiginlega bara búin að tala um flughræðsluna mína. Já, það er fínt. Og lítið annað. En einbyttum okkur að Akureyri. Það er hræðilegt að vera flugrættur sko. Ég veit það maður. Ég held sko að ég mun einhvern tíma að fara svona námskeið. Til að fara En þú færi bara í svona svipað eins og Fear-faktor var þegar fólk kom með svona kongulófóbíu þá bara sett inn í glerbox með kongulóm sem er hræðilegt konsept sko. Já, í alvörun tala, það er viðbjóður. Þannig að þú færi sko Hvað, ég lítið box með flugvélum? Nei, þú færi bara í svona flugvélahermi. Væri festurinn í svona litlu kassa og myndir svona litla flugvél að fljúa á mig. Á þig, nei Þú færir í svona flugvélahermi sem maður væri alltaf að rapa. Það er ömuleg pæling. Ég veit það. Ömuleg pæling. Eitthvað, planta þessu inn í, shit man. Herðu, ég ætla að byrja á einu. Ég ætla að byrja á því. Ég setti inn fyrir Akureyrar þáttinn og ég setti inn sem sagt ég ætla bara að lesa upp nákvæmlega sem ég sett inn. Það var næsti kastali er með Akureyrar þema. Hvað viltu vita um Akureyri? Er eitthvað sem Akureyringar vilja koma á framfæri fyrir þáttinn? Og síðan setti ég en aðra spurningu sem var býtti ég að finna þetta hérna bla bla bla. En ekkert get ég sagt þér að það er nú einu sem Hvað finnst Akureyringum mest pirrandi við Reykjavík og Reykvíkinga?
og mér langar eiginlega að byrja í dálkir af því það eiginlega miklu fyndnari dálkur heldur en sko þannig ég ætla að byrja að fara bara yfir sem sagt þetta svona almennar spurningar Akureyri og hér fyrsta spurning og ég ætla að spyrja þið Birkir ég ætla að skiptast á að spyrja ykkur spurningum og þið ætla að reyna að svara ekki bara með já og nei af hverju Birkir setja Akureyringar franskar á allt pulsur hamborgara og pítsu til dæmis af hverju gera Akureyringar þetta? Já, ég bara þekkti ekki en mist bara ógæðislegt að setja fröllur og pilsum, þetta bara viðbjór ég meina, hvað pleysið við að setja fröllur og pulsu, ég meina, þetta er gætið Akureyringur en pæltið, þið gerir þetta það mikið og ég ætla að taka það fram á meðan ég er að lesa þessu hluti þetta endurspeglar á engan hátt skoðun podcastalans á Akureyri en það eru nokkur spurningar sem að þarf að svara en ef ég fæ með pilsu en þetta er, sko ég hef smakkað til dæmis hvað heitir heitir það gellufæði? Nei, gelgjufæði á Akin Finnst það vont? Nei, mér finnst það ekki vont en ég finn bara þegar ég át það hefur ekki heyrt þegar ég talaði um eitthvað svona þegar fólk er ekki sík og styttir lífið 10 mínútur eitthvað ég er nokkuð vissum að ein svona pilsa sé svona 5 ár 5 ár? 5 ár á lífinu Já. En ef þú hefur borðað 10 svona pilsur bad news for you my friend Já, þetta er náttúrulega rosa mikið Síðan næsta spurning hafið þið smakkað pulsu með koktelsósu og gelgjufæði how was it? Hafið þið smakkað pulsu með koktelsósu og gelgjufæði how was it? Höfum við? Já, ég er að spyrja Ég hef aldrei smakað Þetta er spurning, ég er bara Já, ég veit að ég bara skil ekki alveg spurninguna Þú veist, það er væntanlega hafið smakkað pulsu með koktelsósu, punktur Já En hafið smakkað gelgjufæði Já, punktur Ég smakað gelgjufæði How was it? Ég hefur aldrei smakkað þetta Já, þú víst fengið gelgjufæði Birkir, þú eldar sko ég hef aldrei séð mann elda jafn mikið viðbjóð og þú ert að elda eitthvað slátur og hakk og vimbir og rjóma og viðbjóð Það var í den sko Í den, hvað er það elda í dag? og þetta setur Krepinetur Krepinetur hefur geggjað á matur En þú ert að segja sko þú ert að segja að franskar á pilsur sé viðbjóður Já En þú sko ég alveg talað það að steikja vimbir eitt og sér er það viðbjóðslegasta sem ég hef séð á fucking ævinu Birkir Þetta var á live sko Já, þetta var live Já Herðu, næsta, þetta eru spurningar og þetta er ekki bara spurningar, þetta er líka bara fact Hér er bara einn sem segir AK baby Bara búið Hér er eitt sem við þurfum að taka fyrir á eftir ég ætla að skrifa bara niður þannig að sko að því það er sér tala um það Herðu, jólahúsið á Akureyri er ekki feit pæling sem gekk samt upp opið allt árið og út í raskati sko, ég verða eiginlega að vera sammála einu jólahúsið finnst mér persónulega að vera algjör snilld en jólahúsið er vissulega ekki feit pæling Nei, það er bara topp staður sko. Ef ég myndi hringi þið núna ef ég hefði hringt í þig fyrir ég veit ekki hvernig segjum að jólahúsið hafi verið búið til fyrir 30 árum eða eitthvað 25 árum, ef ég segja það Þetta er business pæling Ef ég myndi hringi, ég hringi þið bara blessar og við vorum að hittst fyrir 3 vikum fyrst ég er að hringi Já, halló Já, blessa Dóri K Já, sætlum við hverju þetta Herri, þetta er þetta er Gauti MC úr Reykjavík rapparinn Já, blessaður, takk fyrir síðast Já, ég er búin að gefa þetta eina plötu núna og veist ekki hverjir, ég er svona alltaf randongur Blessaður, MC Gauti Já, sætlum við Takk fyrir síðast maður Já, sömuleiðis Fucking gaman maður, ennþá með sáblett Já, þetta Eftir þig endaði nú ekki eins og þetta átt að enda en hvað er það nógu þar það sem ég er að spá er að ég er með feita pælingu Ok, hvað er með það? Sko ég heyrði í tveimfélögum mínum með þetta og þú veist, að bara mikið að gera um okkur svona, en annars hefur pottet verið með í þessu Ok Ég seti að spá sem sagt, veist hvað Akureyri er? Já, ég bý á Akureyri Ok,
En hefur heyrt þarna 10 mínútur frá Akureyri? Já. Innar í firðinum? Hjá Hrafnagili? Já, hjá Hrafnagili. Já. Ok, ég er með feita pælingu. Ok, hvað með hana? Ok, ég ætla bara að leita á þér. Ég ætla bara að leita á hann. Jólahús. Ertu að tala bara jólamarkaði við jólin eða? Nei. Hvað þá? Bara jólahús. Já, en bara hús. Bara hús. Yfir jólin? Nei, bara hús sem við byggjum. Bara sumri. Ok. Og við erum að selja bara jólastittur og jólaskraut og þannig að í brjóssikinn sem svona hvítur og já, þannig að Bismarck. Já, hvað með, þú veist? Þetta fyrir í laginu. Já, en býtu. Ég hef Birkir með þessu. En hver pælingin? Bara, þetta sérst bara jólahús sem eru opið við jólin? Nei, það bara opið alltaf. Allt sumarið? Líka? Já, það bara opið alltaf. Það á jólunum. Það opið á jólunum og síðan bara aftur opið í janúar og síðan bara hann lokar aldrei og það alltaf jól. Það alltaf jólatónlist og já. Ertu með það ekki eða? Ég held að segja ekki markaður fyrir þetta. Spurðu mig hvað er mikið. Hvað segirðu? Spurðu mig hvað er mikið. Hvað er mikið? Spurðu mig hvað þú þarfst að leggja út mikið. Já, þú veist hvað þarf ég að punga út miklu? Herri, þetta bara, við erum að fá þetta að gefa prís. Ok, hvað, þú veist? Þetta bara 3 milljónir á mann og fyrir jólahús? Já, fyrir jólahús. Og pæltið, þetta sko, núna vorum við að leika alvöru samtal sem átt sér stað. Ég held ekki. Ekki? Jú, við erum að leika, svona ég var á Wikipedia. Ég var bara að lesa upp símtalið. Ég held sko að í alvörunni pælingin með jólahúsið ekki! Hvað? Þetta var svona. Já, ok, þetta var svona. Nei, ok, hvað með það? Ég veit að var þetta ekki bara eitthvað fjölskylda sem að byrjaði og gerði eitthvað krútlega treindir út í garði og síðan kom túristinn og eitthvað, bla. Jú, ég held að. Er það ekki bara ok, það er eitthvað mjög falleg saga bak við það. Ég verð að segja. Ég held að þetta hafi aldrei verið einn svaðaleg business pæling. Nei, í dag er þetta samt, þetta er booming business. Ég er að segja þér, ég man þegar ég fór sem krakki. Já, og nú ég ætla sko, og þegar ég segi ekki feit pæling sem stóð í þessu skilabóðum, þá er ég ekki að meina að mér finnist jólahúsi lélegt. Það er bara ótrúlega að það við gengið upp að sé jólahús rétt hjá Akureyri sem er í bara booming business og ég man þegar ég fór sem krakki, ég fucking elska þetta. Já, þetta er líka þetta er orðið svona 3 sem stærra síðan að þú varst krakki. Já, ég fór sko, ég er alltaf komin á það og sko, ég gef jólahúsinu 15 stjörnur af 10 mögulegum. Þegar ég fór sem krakki og ég man einhvern veginn í minningunni var jólasveit sem tókum að það. Já. Og það var hangikjöt. Já, passa. Og þetta var bara á einni hæð. Já. Núna fór ég síðasta sumar og það var ógeðslega gaman og sem krakki er þetta náttúrulega bara ævintýraland. Núna fór ég síðast og það er jólahús og úti er verið að setja sykur á epli. Það er komin önnur hæð. Þetta er ógeðslega flott. Það er komin eitthvað svona markaður í húsinu hliðina. Já, svona hvíta stórhús hérna. Og þetta er bara ævintýraland. Og þetta er ógeðslega gaman og ég er fullorinn, ég er 31 árs. Skoðurðu Grýlu? Ég þori ekki að kíkja. Þorður ekki að kíkja? Grýla er þetta nýri kjallarinn? Já, ég þori ekki að kíkja. Ég kíkti, en stelpunum þorður ekki að kíkja. Birkir átti að fá vinnu við að vera þarna, að vera leppalúði og vera inni hjá Grýlu. Það? Já. Reyndar ekki. Jú, hún var bóðið eins og vinna. Nei. En ok, jólahúsið er góð pæling. Já, já, bara 100% og ég dýrka sér til og þetta er svona litlu hlutinir sem gera bara svona gera bara lífið, í alveg stela jólahúsið er svona einn af þessum hlutin sem bara gera lífið. Herri, næsta skutum við þetta hvað er málið með Akureyringa, segir Reykvíkingur. Já, góð spurning. Og það er hvað? Og ég les engin nöfn með sko. Hér er spurning frá einum manni, það er hver með, þetta er fárlega spurning, fyrirgefið, en ég veit hvað var að fara að koma. Hver með lengsta tippið á Akureyri og við ætlum ekki einu sem svara þessu. Við stöðum þessu ekki. Fer það í taugunum á Akureyringum þegar það er talað að fólk sé akfeitt eða akleiðilegt, eða sem akfeitt eða akleiðilegt? Aldrei hýrt þetta.
Ég hef aldrei heyrt þetta. Akfeitt? Já, þú veist, ég hef heyrt akfeitt en aldrei eitthvað svona tengt við Akureyring. Nei, ég held að það sé djókið. Eru Eyjamenn skemmtilegir? Það er eins og þing. Hvað finnst ykkur mest pirrandi Eyjamenn? Bara að þeir sé að senda inn spurningar í þetta eiginlega, basically. Eyjamenn eru bara flottur. Er besti veitingastæðurinn á Akureyri Kurdo kebab? Já, ég er sammála því. Besti? Já, þið eru sammála? Ég samt sko, ég dyrka Kurdo og ég held ég sé búin að borga upp reynsróðinu sem þeir eiga sko, bara með því að hafa keypt mat þarna. Ok, herðu. Svo DJ er líka mjög góð. Herðu, ég verð að gefa shoutout á DJ Grill af því að, nú skal ég segja eitthvað sögu. DJ Grill, ef þið farið á DJ Grill þá getið þið fengið MC Gauta hambúrgara og Birkir Bekk og Birkir Bekk líka. Settur hann sjálfur upp á vegg? Já. Ok, ég líka minn. Ég fór hana, ég var þunnur árið 2013 eða 14, var að spila á Akureyri, var með plötunum mínum og mér var að borða á DJ Grill og ég með plötu með mér og ég spyr, má ég búa til hambúrgar? Ég bý til hambúrgar, setur hann bara vegg í jóki. Í dag fekk ég þennan hambúrgari í fyrsta sinn frýtt. Það er búið að vera MC Gauta hambúrgari til... En einu sinni fegst hann á 10% afslætt. Ég fekk einu sinni 10%, neða, hvort það hefur verið 15% afslættur eitthvað. En big shoutout á DJ Grill, ég dýrka DJ Grill og ég fer alltaf á DJ Grill til það. Það er ekkert betur en þegar Ingi að Hjörsi er á grillinu sko. Herru, hér er næsta. Einn úr barfbags kúkaði pissuskóluna í salunum. Nennur að prómóta gróðurstöð afa míns sem er á Svalbardseyri rétt fyrir utan Akureyri. Réttarhóll heitir það. Já, shoutout á Réttarhóll. Shoutout Birkir. Herru, eru tilbúinir? Já. Það er mjög mikilvægt að við förum í sjallan en ekki á sjallan. Hver kom með þetta? Ég má ekki segja það, það er alltaf nafnlaust. Já, þarna komum við inn á umræðu, við tölum þetta á einhverju. En hversu lítið er að gera hjá okkur ef þetta fyrir töðunar okkur? Já, þetta er svo, hvað þetta er leiðilegt til, hvað er svona lítið að gera hjá þér? Nei, ég er ekki að tala um Akureyri, ég er ekki að taka það teik. Ég er að tala um bara hversu lítið er að gera bara í tilfinningarlífi þínu ef að þetta böggar þig svo mikið. Gauti, það er örugglega svona 100 hlutir sem að þú myndir vilja rengja mig með í einhverju sama konsepti sko. Ef ég myndi segja það, já, og þú myndir skelli hlægi yfir í sko. Ef þú myndir segja bara, ef þú fara í prikið, ég væri bara, yes sir man. Nei, þú bara í prikið. Nei, ég myndi segja, Gauti. Ég myndi segja, veistu hvað ég myndi segja? Ég myndi segja, let's go. Nei, veistu að ég letti í svo ofta ára sem þú pikkar eitthvað svona út hjá mér. Ef ég myndi segja í prikið, þú hefðir hlegið að mér. Ég hefði hlegið þér. Já. Í raunin myndi ég frekar segja, við förum á prikið og fáum okkur á borða. En við förum ekki í prikið. Herri, hér er næsta spurning. Ok, ég sammála ykkur. Ok, fyrir ekki að ég gera ykkur þessu. Hvað þýðir framfrá? Framfrá? Já. Bara út eftir. Út eftir. Framfrá? Já. Er það slang? Nei, ég veit ekki eins og hvort. Er þetta akureyst, Birkir? Jú, það er mjög greinlega akureyst ef þið þekkið þetta, því ég hef aldrei heyrt það. Hvað þýðir framfrá? Það er bara, ég er framfrá. Segjum bara að þú ert út í jólósi. Út eftir? Ertu að meina út frá? Já, nei, þú segir líka framfrá. Þegar þú ert að fara inn í sveit, þá segir ég er að fara inn eftir. Ok, hér er það er hot take hérna. Þegar þú býrð á Akureyri, þetta er einhver Akureyringur, þegar þú býrð á Akureyri, þá veistu að sundlaugin er overrated. Nei, ósammála. Ég er alveg svo ósammála með þessu. Ég sko ósammála. Ég dýrka sundlaugina hérna. Já. Ég dýrka sundlaugina, uppáhaldið mitt er rennibrautin er náttúrulega miklu uppáldi og potturinn þegar maður labbar hana beint út chillpotturinn, síðan er nýji potturinn er my kind of jam ef það er sól en það sem ég ætla að segja er að það er kúkalykt í kaldapottin. Kúkalykt? Nei. Sagðir ekki pissulegt senast? Nei, ég sagði skítufélag. Það er einhver smá, reyndar að ég var búin að fara 3 sundlaugina og það var skrítin lykt í kaldapottinum. Ég fór á þann og hún farin.
Heldur það sé klór í kaldabottinum? Ég held sem minna það ekki klór í kaldabottinum, alls ekki. En það var sko, hún var ekki síðast. Nei. Hún var ekki í dag þegar fórum. Og sko, ég fór í sund í gær. Þannig að ég ætla að taka tilbaka þetta sem ég var að segja við í dag, að sé skítafíla. Og ég ætla, sem ég sagði í dag, sem ég sagði bara fyrir sekundubróti. Ég ætla að segja það gott, sko, ég fór í sund í gær. Skeist þú í kaldabottinum? Birgir, nei, ok, klára þessu sögu, svo ætla að segja aðra sögu kaldabottin. Sko, ég fór í sund í gær. Já. Og ég syndi, sko, ég veit hvað marga ferðir í stóru lauginni. Þú sagðir á Facebook og synd 23 til 25 ferðir. Já. Og síðan fór ég í kaldakarið. 23 til 25 ferðir? Já. Hvort? Í stóru lauginni. Hvort? Það er tvær tölur á milli? Nei. Ein tala á milli? Vá, ég er ekki máli. En allavega, ég fór í kaldabottin. Já. Og heyrðu, ég var þar svona til 5 til 10 mínútur. Já. Og það var engin svona lykt í. Nei, það heyrir það. Fyrirgeðu. Hvaða lykt fannst þú eða? Var ekki bara að sjálfu það? Já. Hvað ætlaðu þú að segja, Dóri? Hvað kaldabottasöguna? Eigum við að segja kaldabottasöguna? Já, please, kom. Þegar Birgir hélt í fram við mig og hann hætti ekki að tróða í hausinn á mér að hann geti verið í kaldabottunum í klukkutíma streitt. Ekki baðstærum að sanna fyrir þér. Ég sagði að þetta væri bull og við fórum í sund og ég sagði, komdu þá í keppni. Við fórum í keppni og Birgir endist í 15 mínútur og leið og Birgir stígur upp, þá ætla ég að stíga upp. Nei, hann hoppar upp úr pottinum og svona og hoppar upp úr pottinum og þá eru fæturnir orðin svo kaldir og búin að gefa sig. Hann slammar á andlitið fyrir framan alla og því að lappirnar honum voru orðin svo dofnar. Birgir, Nei, ég er ekki að gera það. Sko, ég slammaði ekki á andlitið. Sko, þú náðir... Ég hendi þarna, ég náði að lenda á höndunum bara svona. En hefur einhvern tíma verið í klukkutíma í kaldabottinum? Nei. Nei, svarið er nei. Þú hefur bara verið í 15 mínútur. En var hann að segja við því að hann hefði verið í... Já, hann vildi halda þig fram og ætla að sanna það fyrir mér. Það er bara, þú veist, Wim Hof bara, Ísandri og þeir gera svona. Herðu, næsta. Ég slamma aldrei jörðið. Takk fyrir góðan þátt, mér langaði bara að benda ykkur á að það búa fleiri motherfuckers í Breiðholti en á Akureyri. Já, til að mikið það Breiðholt. Ég veit ekki hvort að þetta sé jákvæð. Ég held að þessi manneskja sé að segja, þú veist, að það eru meiri motherfuckerar í Breiðholti en á Akureyri. Þetta getur verið jákvæð, skil. Þetta getur verið að segja að það eru motherfucker í Breiðholti. Er það ekki bara svona, vaninn? Er það ekki bara eðlilega talið að Breiðholt sé eitthvað gangsta? Jú, það er það. Það er svo sem ekkert nýtt. Maður nú alveg heyrt hérna einhverjar söguna sem við vorum að tala um í dag. Já, ekki nefna hana. Ég sagði þess að sögu einhverjar afklippingar á puttum sem að ég heyrti ekki þar í Reykjavík og ég ætla ekki að nefna neinn nöfn það er ekki, að því að málega ég fekk þessa pælingu þegar ég var upp í Hlíðarfjalli og ég horfði svona yfir fjörðinn og horfði bæinn og ég var alveg, vá hvað þetta er fallegt en djöfli verið að klippa putta. Sorry, kannski er þetta eitthvað viðkvæmt. Langt síðan. En svo komum daginn, þegar ég var þarna upp í laug í gær, þá fór ég að tala við afgreiðslumanni sem er þarna upp í lauginu og hann sagði mig að löggan, hún kom þarna daginn og þurfti að loka lauginni af því að fólk var ekki að fylgja eftir reglunum og það fyllti bara pottana bara á nógu time, sko. Þannig að það er að reka allt liðið upp á laugin. Já, það er hræðilegt. Herðu, næsta dæmi, please ekki segja Akureyri. Þetta er Akureyri. Ég veit þetta heitir Akureyri. Ekki með G, ekki Akureyri. Ég veit það, en veistu hvað er orðið þreytt? Veistu, á ég segja ykkur hvað er motherfucking þreytt? Sorry, ég verð að segja ykkur hvað er motherfucking þreytt. Já, ég skal segja ykkur hvað er motherfucking þreytt. Herðu, það sem er þreytt, það er bæði þegar Reykvíkingar segja Akureyri. Já, Akureyri. Og það er líka ógeðslega þreytt þegar Akureyringar eru að gera grína eitthvað Reykvíkingatala. Veistu hvað væri bara perfect? Það er bara geðveitt næs að það sé bara munur á milli og fjölbreytileiki í málfari, skilurðu? Þannig að stop this shit. Ég segi Akureyri, nema ég sé búin að vera henni í 10 daga, þá er ég orðin eins og kameljón og byrjar að segja Akureyri.
Ég hef aldrei tengt við þetta eða þú veist, ég hef ekki verið mikið var við að Akureyringar nú er ég farin að spá í hvernig ég segi þetta Akureyringar? Já, hvernig að þeir gerir grín af Reykvíkingum, skilurðu? Reykvíkingum? Nei, ég hef alltaf bara, mér finnst eins og þetta hafi alltaf bara verið Þetta heitur eins og Reykjavík með kái, Reykjavík Já, veistu hvað Sko, ég mun heyra á nokkra reykinga að tala um þetta sé Reykjavík Sko, Birkir, það er það sem við vorum að tala um Birkir, nú vil ég fara yfir eitt Birkir, þú segir ekki Reykvíkingar Þú segir það mjög hratt Ég segi Reykvíkingar Já, ok, fair enough Ok, en hérna Reykvíkingar Sko, ég oft með Ég spáði þess að ég náttúrulega er hérna Já, þú Ég er hérna Hvað verður? Ég fættur hérna Já Ég fættur hérna Veistu af hverju segir þetta? Veit ég af hverju ég segi þetta? Af því að ég er fættur hérna Veistu af hverju þú talar um og sért hérna? Ok, má ég spyrja einu Fættist þú hér á Akureyri? Hvar kom ég út úr mömmu? Á sjúkrahúsinu? Á sjúkrahúsinu? Já, á Akureyri Já, Akureyri Á Akureyri Ok, og hvað er ég þá? Þú ert tíðan, guði minn Já, en af hverju segi ég það? Af hverju segir þetta? Til þess að fá yeah á tónleikum þegar þú segir Auðvitað maður, auðvitað Þú segir, ég er náttúrulega frá Akureyri og þá kemur salurinn yeah og þá bergastu Já, auðvitað maður, ég dýrka Akureyri Ég veit að maður og ég vona bara að Akureyringar fyrirgefa mig fyrir að segja G, skilur við, fyrirgefa Ég með drullu saman Ég heiti Gauti En hefði ekki verið bara betra að sleppa eða flytja frá Akureyri Við erum bara kjur hér Herðu, hér er eitt hérna Hvenær ætlar Akureyri að reisa minningarstyttu af eina graffíti listamanninu frá bænum Dyer ég er ekki viss um að hann sé eini graffíti listamæðurinn en hann er gjörsamlega all time uppáhalds artsti minn bara Dyer Hvaða listamæður er þetta? Hann heitir Margeir Og Sónu Sigga Birkir minn og hann er látin og við setjum Þetta er bara meistari massíft respekt á Margeir Ég er alveg niður talað Hann var æðislegu náungi hann var hérna hann var svo sturlaður listamaður og var í miklu uppáhaldi hjá mér áður en í kynntistónum síðan kynnistjónum og já, bara, veist, allir sem þekkja hann skilur Ég tala ofta þegar hann var á lífi þeir sem vita þeir sem þekktu Margeir maður djöfull var hann glaður og góður leiðum brosa, skilur Já það bara En þarna, þetta er alveg Ég ætla bara að setja big like á Margeir Já, ég það líka En þarna, ég myndi alveg, þú veist, þetta er einn af þeim gæðin sem að mætti alveg koma að stytta einn upp á, sko Án jokes maður Hér er eitt það er hægt að kaupa bókina Mr. Poser og Akureyri, bara láta ykkur vita þetta er ekki auglýsing, þetta er samt auglýsing það er, hér er það sem mamma hefur skammað mig fyrir stundum en ég reyndi að segja þetta það er pilsa ekki pulsa Já, þú segir pilsa Ég segi pilsa Já, en þú byrjir En ég segi samt ekki ég segi ég ætla að fá mig pullu Já að því ég segi ekki Pillu Nei, það er ekki hægt að segja Nei. það En ég segi pilsa Mér finnst fallegra að segja í staðinn fyrir Já, í þessu orði Ég ángríns, ég held ég segi bæði Sko, ég er búin að heyra nokkara Akureyringa að segja, hörru, ég ætla að fá mig puls með þetta svo fáralegt orð að halva var nú, sko Hér er önnur spurning Nei, ok, ég vil reynda að fá að vita hvort að þið séu sammála þessu Já, ok Það er prumpulykt af vatninu í Reykjavík Já, ég er sammála þessu Að það sé prumpulykt af vatninu í Reykjavík Já, og vatni hér á Akureyri er bara mun betra heldur en í Reykjavík Já, þú veist, en ég sko, ég er búin að smaka ofta, það er bara vond, sko Ég ætla rétt svo að fucking vona sem ég er búin að smakka oft vatnið hérna á Akureyri Þannig að þetta er svona hitaveitu Það er hitaveita hér Já, en það þetta er sko þetta hefur verið bara frá unga aldrei það sem ég hef tengt við þetta þessa spurningu sko Finnst þið prumpulykt af Reykvíkingum? Nei, enga veginn Ég man nefnilega einhvern tímann komu Svíjar í heimsókn í félagsmiðstöðun okkar í Breiðholti þegar við vorum í 9. bekk og þau sagði að það væri eggjalykt af okkur Það er örugglega bara þessi lykt Já, prumpufílan, eggjalyktin Já. Ég nefnilega finn þetta ekki ég finn þessa lykt þegar ég keyri fram hjá Hveragerði Þetta er þannig lykt sko Prumpufíla í bílinn en ég finn hann ekki dagstaglega þegar ég er mjög lítið að sýsla með
En þetta kemur aðalega heita vatninu Ég sýsla með voltvatn, kalt vatn lítið að nota ég er að sjóða kalda vatnið sko. Og ég nota ekki hita vatni. Það fyrir sturtu Já, hvað er ég að bulla maður og ég fyrir sund Þú fyrir kalda sturtu Nei, ég fyrir stundum kalda sturtu En þeir svo saman þessu það sé prumpulit af vatni í Reykjavík Ég held að þetta er ekki Nei, prumpulit af loftinu Loftinu hvar? Hjá hverum Já, en þetta Ég bara ekki fundið Sko, Birgir, ég veit ekki, þú segir þetta sé mikið í Mosfellsbæði, eða ekki? Jú, það sem pabbiðinn býr Rosalega Ég veit ekki hvort það sé eitthvað svæðaskipti eða eitthvað Herðu, hér er síðasta spurningin sem að mér finnst frekar leiðilega en ég er eiginlega búin að spyrja öllu ég er búin að sleppa einhverju smá sem að var óviðandi eða ekki eitthvað dæmi, skilur gelgjufæði, það menn er að tala mikið um það mér finnst ótrúlega skrítið að vera veistu hvað mér finnst fárulegt mér finnst ógeðslega skrítið að Reykvíkingar séu stoltir af bæjarins bestu pulsu Já. Og það sé alltaf að vera að benda túristum á að fara að borða einhverja fucking soðna pulsu að því að, sorry þetta er ekkert meira en soðin pulsa Nei, þetta er alveg Nú er ég að segja pulsa af því að ég er að tala um reykvísku pulsuna sko. Að ég meina þetta pulsa og það að það séu svona margir stoltir af einhverju frönsku osta pilsu ógeði frönsku ostapilsu ógeði Já, gelgjufæði Já Það sé eitthvað svona þið verðið að prófa það Nei, við verðum ekki að prófa það Já, spurningin var það Nei, gelgjufæði, allir Íslendingar verða að smakka gelgjufæði allavega einu svona ævinni Það var allir smakka gelgjufæði sko. Allir í heiminum Ekki þú? Jú Allir í heiminum Þú varst að segja að þú hefði aldrei smakkað með frönskum Nei, ekki með frönsku, ég smakka ekki ég bara ekki Það er gelgjufæði, er það ekki? En veitu, þú veist samt að gelgjufæði til í Reykjavík? Nei, veit það ekki Herðu, hér þetta er síðasta þessum dálk en það er svona 2 dálkar eftir Það er af hverju eru Akureyringar og ég sagði þetta er ekki endurspegla mig ekki Nei. Af hverju eru Akureyringar með svona mikla minnimáttarkennd gagnvart Reykjavíkum Að hvaða leit, það er bara þessi spurning Ég meðist þetta mjög leiðileg spurning og ég er ekki sammálinni Nei, ég veit ekki alveg hverju að svara sko Nei Ég veit það ekki Það er, nei, nenni ekki farin Hvað rugl er þetta að hafa minnumáttarkennd fyrir Reykjavingum? Ég meina, Akureyri og Reykjavík er nú bara eða svona svona sikkur lagi ég hef fullt af frængum og fullt af frændum og fullt af vinum í Reykjavík og hér á Akureyri og það er bara shit happens Hvað er það að segja? Já, þú elskar alla Virkir Alla, ég elska alla í heiminum Já, ég er ánægður að heyra það Ég er ánægður með það Herðu ég ætla að enda hana þátt Já Af því að við erum komin á tíma Við munum hittast aftur hérna fyrir norðan Ég væri til í Birkir að þú myndir koma og vera með aftur og við höfum eftir að taka fyrir seinni hlutan sem að er hvað finnst Akureyringum óþolandi við Reykinga og Reykjavík og við þurfum bara að fara aðeins betur yfir þessi mál en podcastalinn takk strákar fyrir að vera með mér mega fucking shoutout á Akureyri Þetta er Akureyri með kái Akureyri Jésús Akureyri Á ég að taka Akureyri Podcastalinn Ég er búinn